Þetta var náttúrulega bara ótrúlegt að lendi. Ég var startur út á sjó og fyrsta degi á veiðum og morgun hringdi í mig að Jón Kjartan sé látinn og hvað hafi gerst. Það rosalega erfitt að vera úti á sjó að fá svona tíðindi. Ég stattur nátt norður í Barentshafi þannig að það ekki hlaupið í land. Nei. Hvað það átti hingað til Íslands. En það gerða ráðstafanir að koma mér í land. Og það átti að vera þannig að ég var komin 2 dögum seinna með öðru skipi í land. Og svo við bara... Var þá sem sagt skipi stemt í 8 vikur? Það var bara fundið skip sem var átti leið í London, bókaða, þannig að ég geti komast með þeim. Og svo flóð ég beint hingað. Svo við bara höldum áfram þangað til að hann ætti að leggja á stað og ég verið ferðar á milli. En svo kvöldi þegar ég hringdi mig aftur að bróður hans Sindri Gessi farin líka, þá var ekki að fara, þá var bara hýft og bara silt. Já, silt að vera í land. Heim. Já. Bara í næstu höfn til að komast í flug. Og hvað það sem á sér stað þarna? Það fyrst það Jón Kjartan sem að fellur og þeir búa saman, bræðurnir. Já, Sindri hafði slítið sambúð 2 mánuðum áður og flyttur inn til bróður síns og meðan hann að bíða eftir að komast í meðferð og þegar hann slítur sambúð þá reynir hann að komast upp á vogin, lendir í 8 mánuði að bíða því að hann hafði verið í meðferð innan með 2 árum áður. Báðir þessir drengir höfðu verið að leita sér hjálpar vegna þessara fíknar. Jú, Jón hafði verið í meðferð jólin áður, fram að jólum áður en þetta gerist. Hélt sér allt í lagi fram á vor. Og þetta þannig að morgunni þá kemur Sindri af hinum, bara látnum í sófa. Orðin blár og hann ringir náttúrulega neðarlínuna og reynir það var náttúrulega löngu á senda. Og hvað, sem sagt, þetta gerist morguninn, hann ringir á neðarlínuna og það koma viðbragðsaðilar Jú, það koma allir. En hvernig gerist það svo að Sindri einhvern veginn fyrir þessa sömu leið? Það það sem eiginlega enginn skilur, sko. Og það kemur náttúrulega lögregla og kannar allt, hvort eitthvað saknæmt sé eins og gerst í þessum málum og hann vill enga hjálp, Sindri. Hann vill ekki tala við prest, hann var nú ekki kristinn, hann lét ekki ferma sig og var sæstur að heiðin og tryði bara á þetta gamla og hann neitaði bara að fara úr íbúðinni. Já. En það fjarlægt allt sem að þau segja mér sko, sem að ekki þau halda að sé keypt úr apóteki sem finnst á staðnum, sem var ekkert mikið sko. En hann samt verður áfram í íbúðinni, vill bara ekkert og svo farið að undrast hann þegar líður á daginn, hann svarar ekki neinum sko. Hann var búinn að segja okkur reyndar því að við vorum, sko, systur hans og ég reyndum að tæla honum höfkvar, hann hefði ekkert að gera þarna. Þið vildu koma honum úr þessum aðstæðum þessum hvert sem var annað má segja þeirra en það var ekki að ræða það, hann vildi bara vera og svo þegar farið inn kvöldi þá hann bara sofandi upp í rúmi þannig að komið á honum. Og var þá sem sagt, strax farið aðtöða hvort að hann myndi vakna eða og þá kemur í ljósa? Það var þýtti ekki að reyna að vekja, það var ekki hægt það voru á langt liðið sko. En síðan kemur fram í líka í sko, það máli koma fram í krufningaskýrslu að magni var ekki það mikið að ef hann hefði verið í neyslu þannig. Reglulegri neyslu. Já, hann hafði bara ekkert mótvægi. Hann var að reyna að taka sig á til að geta hitt börnin sín. Hann skildur eftir þessu 2 ung börn sem hann alltaf... Já, hann skildur eftir þessu 2 börn. Já.